Blessuð og gleðilegt nýtt ár. Við erum komin hérna í stúdíóið hjá Veigari Margeirssyni og Ragnhildi Veigarsdóttur sem er gestur minn hérna í dag. Þetta er auka þáttur í tilefni nýs árs og það er gleðilegt að koma hérna svona á nýjan stað og prófa eitthvað nýtt og gaman að hitta líka svona unga og hæfileikaríka stúlku sem er svona í upphafi síns ferils og er að koma bara inn á svona sjónarsviði bara með pomp og prakt og er að gera góða hluti. Og ástæða þess að ég ákvað að fá hana Ragnhildi í setti hjá mér eða ég í setti hjá henni var að hún er sem sagt höfundur Húbla stefsins og mér langaði að kynna hana fyrir ykkur. Það er ekki á hverjum degi sem að svona ungt og hæfileikaríkt fólk stígur fram og er að bjóða fram vinnu sína fyrir fólk eins og mig sem er bara líka að byrja þó að ég sé orðin talsvert eldri en hún. En það er rosa gaman að koma hérna til hennar. Mér langar að byrja þáttinn á að því að þetta er svona óvenjulegu þáttur. Þetta er ekki þessir sérfræðingar sem ég hef verið að fá svona úr svona þessum sérfræðing og ráðgjafabransa sem ég er vanalega að tala við. Heldur erum við núna komin svolítið inn í tónlistarheiminn og þess vegna langar mér svolítið að segja ykkur aðeins svona frá svona upphafi orðsins gig. Gig er orð sem að við kannski þekkjum flest úr tónlistageiranum, frá leikarabransanum, þar sem að fólk er að skemmta öðrum og talar verkefnin sín sem gig. Og það er núna farið að nota þetta orð fyrir þennan ráðgjafabransa og fyrir sérfræðingar sem er að bjóða störfin sín fram á verkefnabasis. Og það er svo áhugavert þegar maður skoðar þetta orð gig að þetta er stytting á orðinu engagement sem að við gætum kannski túlka sem trúlofun eða eitthvað slíkt og en engagement hefur fleiri merkingar á bakvið sig og það er í raun, þetta er orð sem verður til í kringum árið 1920 í jazzheiminum. Jazzara notuðu þetta orð gigga og gigs í Bandaríkjunum þá og stóð þá í raun fyrir að skuldbinda sig til þess að taka að sér verkefni, að vera á réttum stað á réttum tíma. Og þar var þetta engagement, að skuldbinda sig í verkefni. Og núna erum við sem sagt farin að nota þetta líka fyrir sérfræðinga og stjórnendur og svona getur þróunin orðið. 100 árum síðar erum við hér. Já, bara Ragnhildur, bara velkomin í settið eða ég í settið hjá þér eins og ég sagði. Já, velkomin. Gaman að fá ykkur. Æðislegt, þetta er svo fallegt stúdíó hérna hjá ykkur, feðginunum. Þetta er bara glæsilegt. Þetta er bara æði með upptökuklefa og sturtu og ískáp og allt sem maður þarf, basically. Og hérna gerast töfrarnir. Algjörlega, sko. Hvað gerist hérna í svona stúdíói? Sko, ef hann kannski bara tala um mig, þá er ég inn í svona litlu skrifstofurými sem er hérna og hérna er hann pabbi minn og þarna er ég bara rosa mikið að spila og reyna að semja og er ofta bara að reyna að semja bara svona alls konar sem gæti mögulega, nýst mér seinna fyrir annað verkefni eða gig, eins og segir. Algjörlega. Eða jobb. Næsta jobb? Já, næsta jobb. Já, frábært og það hefur verið ákaflega skemmtilegt að fylgjast með þér og þinni hljómsveit. Já, takk. Flott. Já. Glæsilegt stelpnaband eða stúlknaband. Já. Og þið hafið komið fram með hvern slagaran bara á fætur annari. Mér er drull. Já. Þegar ég verð 36. Drulli var svolítið vinsælt, sko. Bæði mér er drull og þegar ég verð 36 lendu efst á vinsældarlista Rásar 2, sem er bara geggjað. Og kom okkur bara ótrúlega skemmtilega á óvart og mér er drull var líka að nota sem, svona undir öllu í byrjunin á Eddunni. Já. Sem var, þarna daginn og það var bara rosa skemmtilegt, bara við erum mjög heppnar að
fólk vilji líka kynna okkur fyrir Íslandi, basically. Þannig að þau eru mjög ánægðar með að fólk sé að taka svona vel í þetta og Já, gefa ykkur tækifæri. já, gefa okkur bara alls konar tækifæri sem að við að sjálfsögja grípum af því að við viljum alltaf vera frægar. Þið nú alveg smá frægar. Já, við viljum vera framúrskarandi, skal ég segja. Já, ég verð nú að hrósa ykkur bara, við erum að tala um áramóta stjörnu hérna. Við erum stúlkur sem að kemur að áramótalagi áramótaskaupsins og ykkar fólk og ég maður bara eiginlega svona smá upp með sér að sitja hérna við hliðina á þér. Snerta mig. Já, nákvæmlega, þetta alveg það. En var þetta ekki gaman? Jú, þetta var bara æðislegt og bara náttúrulega stærsta tækifæri mitt hinga til, sko, bara að segja lagahöfundur og pródúser. Það var bara rosa gaman líka að fá einmitt verkefni sem fyrir eitthvað sérstakt, eins og náttúrulega fyrir Skaupið og alveg eins og verkefni sem var fyrir Húbla. Þú veist, maður svolítið að augrar mann svolítið að prófa að gera eitthvað öðruvísi, þú veist, hugsa aðeins út fyrir kassan og svo líka bara að vinna með öðru fólki, náttúrulega svo var þetta samstarf með honum Unnsteini, þarna fyrir Skaupið. Og það var bara geggjað að fá að vinna með honum og bara verða betri tónlistakona í rauninni. Smá pressa og, þú veist, já. Og það bara rosalega gaman einmitt líka að segja frá því, veist, hún Ragnhildur, hún ekki bara söngkona og hljómborðsleikari, hún pródúserar og lagahöfundur og þetta bara miklir hæfileikar sem liggja í þessari ungu konu. Takk fyrir það. Já, bara frábært og og veist, ef við förum aðeins í bara svona, veist, þú færð svona verkefni eins og í áramótasköpuna því að nú ég inn í þessu ráðgjafaheimi og gigheimi sérfræðinga og veist, að velta fyrir mér þá hvort að verkefnin koma svona að séu svipaðu á hvað segir maður, hvort að þetta virki á svipaðan hátt. Já. Veist, hvernig verða svona verkefni til? Veist, eru þið að sækjast eftir eða fólk það búið að spotta ykkur út, veist, og sér svona tækifæri í ykkur? Sko, þetta allavega byrjaði snemma hjá okkur. Við gáfum út fyrsta lag okkar í nóvember 2020, þannig að bara í lok 2020 og við vorum búin að hugsa svona, ok, það mun kannski taka okkur 1 til 2 ár að kannski byggja upp nafnið og svo, þú veist, þannig að við vorum bara ekkert, við vorum eiginlega bara með 1 lag tilbúið og bara gáðum það út og svo bara vorum við svo heppnar að hún Lovísa Rut hjá Rás 2 vinkona Vigdísar á Facebook og ég held að hún hafi séð fyrsta lagið þar og þaðan bara einhvern veginn byrjaði Rás 2 að spila okkur af því að Lovísa byrjaði að spila okkur og svo einhvern veginn held ég að þetta hafi smitast einhvern veginn út frá því og ég myndi segja allavega með þetta verkefni miðað við hin verkefnin, maður finnur alveg að tækifærin koma oft bara út af, þú veist, word of mouth, eins og maður segir það. Það stendur þú á einum stað og það einhvern veginn svona. Já, og það rauninni, sko, í minni reynslu sterkara tengsl heldur en til dæmis að sponsora Facebook-síðuna sína á Facebook eða eitthvað svoleiðis af því ef einhver annar að segja einhverjum frá einhverju þá veit maður bara, ok, þá þetta alveg merkilegt einhvern veginn af því að það náttúrulega góða við tónlist að fólk heyrir hana og ef þið líka lægir já, þá kannski bara það pæli textunum og svona, já, þannig það bara það hjálpar. Já, það hjálpar, en já, ég myndi segja varandi tækifærin, svo eru við samt líka búin að bara biðja tækifæri. Já, og það að ganga á eftir verkefnum? Svona já og nei, þú veist, það einhvern veginn alltaf nóg að gera hjá okkur. Þannig að við viljum auðvitað grípa öll góðu tækifærin sem við fáum en svo auðvitað kannski seinna munum við ganga eftir kannski einhverju samstarfi við annan listamann eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig vonandi verður bara tekið vel í það. Það gerst. Og þið náttúrulega að halda líka ykkar eigin tónleika? Já, það kemur plata út í vor. Við erum að vinna í henni bara núna og já, ég hlakka rosalega mikið til að halda útgáfu tónleika. Það verður bara þvílík stemming, sko. Æðislegt. Og veist, hvernig fer svona vinna í gang? Eru þið að kosta þetta allt sjálfar eða eru þið með eitthvað svona kostunaprógram í gangi eins og sumir gera á Karolína Funds eða eitthvað svoleiðis? Sko, þegar við byrjuðum þá var þetta sko aðalega ég og Vigdís sem söngkona hljómsveitarinnar og hún semur alla textana og laglínurnar og þetta var svolítið þannig að ég bara byrjaði að
búa eitthvað til bara í tölvunni, sem sagt framleiða eitthvað beat, eins og maður segir, sem bara lag, þú veist. Og vorum svolítið í byrjun bara að framleiða sjálfar, þú veist, við tókum upp sönginn fyrir fyrsta lagið okkar, segðu það bara inn í skáp heima hjá Vigdísi sem var svona skáp með svona 2 hurðum og við vorum með sæng sem við vorum með yfir til að hljóðeinangra og heldum bara og vorum báðar, ég var að syngja bakrættirnar og Vigdís að syngja náttúrulega sinn hlut og við vorum bara komna með vöðvabólgu þú veist, vorum bara svo mikið að redda okkur svona í byrjun og þurftum að borga fyrir hljóðblöndun og hljóðjöfnun sem er mix og master og það svona aðal svona fagvinnan er í því svona. Það það sem að svona gerir þetta aðeins flottara og svona að hljómi svona up to par við allt hitt sem í útvarpinu og útgefið. Þannig að já, við höfum verið bara að fjármagna sjálfar, höfum fengið 1 styrk og svo þetta bara þegar við fáum eitthvað borga fyrir gig þá höfum við verið bara duglegar að setja í sjóða því að við vitum að við viljum kaupa. Nota það í hljóðfæri eða tæki eða annað sem þið þurfið til þess að geta gefið út. Já, það er auðvitað náttúrulega tæknin í dag er auðvitað orðin þannig að það er auðvitað svona fyrir svona ung bönd þá náttúrulega er margt auðveldara held ég í dag heldur en það var árum áður. Er það ekki rétt? Hver sem getur bara gert lag. Ég minna líka eins og ef maður með MacBook 12, GarageBand er forrit sem að fylgir með og það bara svo rosalega svona aðgengilegt og svo náttúrulega YouTube og allt það, Google, það er hægt að finna út úr öllu, ég veit ekki hversu þú veist, marga klukkutíma ég hef eytt í að googla, þú veist, hvernig ég var að leysa eitthvað snúruvandamáli eða hljóðkortavandamáli eða eitthvað svona, það er rosa mikið bara do it yourself í dag, sko. Ég elska kynslaðan hérna. Þið hafi bara, það er svo ótrúlega margt sem er svo skemmtilegt. Bara láta vaða. Já, það er bara svolítið einmitt, þetta er frábær kynslað sem að koma upp sem að bara hefur bara svo mikla þekkingu og býr yfir, veist, svo mörgu sem að veist, við hérna eldri getum alveg tilengað okkur. Það er bara þetta fáið þið bara einhvern veginn í svona með móðumjólkin einhvern veginn. Já, eiginlega sko. Og tala nú ekki kynslóðuna á eftir mér, Viktor bróður minn og Donna, dóttir þín, þau eru ennþá meira svona progressive í öllu svona og bara rosalega klár. En segð mér, veist, við erum hérna út á Gufunesi og þú ert búin að, veist, það er náttúrulega frábært að við séum út á Gufunesi en þú ert fædd og uppalinn í Bandaríkjunum. Ég reyndar að fæddist í Keflavík. Þú fæddist í Keflavík? Já, fæddist hérna á Íslandi en við fluttum út, mamma og pabbi voru eiginlega flutt út, pabbi var í námi í Boston og síðan þegar það var, sem sagt áður en að ég fæddist, svo fæddist ég og þegar ég var 11 mánaða þá fórum við til Miami og vorum þar frá 95 til 98 og svo árið 98 þá var ég 4 að verða 4, þá fluttum við til LA. Og já, þannig bara öll æskan mín er þar. Við pabbi erum alltaf að djóka þegar við erum að tala að koma í Gufunesi eða að kaninn myndi segja Guffoons. þannig við tölum oft saman og erum bara ég er að fara upp í Guffoons og eftir og eitthvað svona þetta er bara svona fjölskyldan mín er rosa mikið, þú veist, ég oft þegar ég sé eitthvað íslenskt orð, ég hugsa oft hvað er svo fyndið ef að Ameríkani var að þetta er svo mikið inn í okkur að við erum ofta grínast með þetta. Það er mjög margt skemmtilegt þannig að það er eins og þannig í Thor myndinni, kvikmyndinni þegar þeir segja bifröst by Frost. By Frost, já, nákvæmlega. Pabbi sagði mér einmitt eina sögu það var einhverjir sem hann þekkir sem voru að koma að taka upp ég veit ekki verkefni en þau voru að taka vídeo eða myndir af fullt af fossum hérna á Íslandi. Veit ég hvort þau voru að gera heimildamyndum fossa eða hvað sem það er og þetta voru Ameríkanar og pabbi síðan hittir þau seinna og annar þeirra segir eitthvað yeah, we saw all the big ones, we saw Skogafoss, Seljalandsfoss eitthvað, but by far the mother of all waterfalls is Dynjandi. This is a Dynjandi. Og þetta er bara ógeðslega Þú segir þetta einu snögg. Dynjandi. Dynjandi. Það hljómar svo furðulega en þetta er ógeðslega fyndið og bara já, og líka ameríski vinnur okkar koma stundum til Íslands að heimsækja okkur og það er bara furðulegt að hlusta þeir inn að bera fram, þú veist, skiltin út á þjóðveginum og nöfnin á bæjunum og svona. Já, yndislegt. Já.
Og þið farið alveg stundum í eina leik, þú og pabbiðin að... Já, bara oft. Þetta bara, okkur finnst þetta bara alltaf jafn fyndið. Af því þetta eitthvað svo hljómar bara eitthvað svo ótrúlega asnalega og já, þannig þetta svona inside joke svona á milli okkar. Það ekkert allir íslendingar sem fatt þetta. Kannski að því, þegar maður elst upp að tala ameríska ensku, þá veit maður bara, hvernig eins og eins og í Veigarsdóttir, Ameríkanir myndi segja Veigar. Og það þannig maður veit, maður með þessa tilfinningu bara. Það gaman að bara... Orðin svolítið kanni þarna, eins og pappiðin einhvern tíma sagði, maður orðin svolítið kanni. Mjög mikið, sko. En segðu mér svo ertu bara elst upp í Bandaríkjunum og bara, þið áttu bara, þetta hefur verið væntanlega mjög svona ævintýralegt líf að... Bara góðar stundir. Það ekki? Já, alltaf verið vísi náttúrulega en að búa hér. En já, ég kláraði mína skólagöngu, grunnskólagöngu þar og flutti til Íslands árið 2012, þá sem bráðum 10 ár síðan, 10 ár í ágúst og þá var ég búin að útskrifast úr high school. Já. Það 12. bekkur sem bara eins og fyrstu 2 árin í menntaskóla. Allavega þegar ég fluttið þá var menntaskóli, 4 ár. Þannig að ég var, 18 þegar ég flutti til Íslands, fór svo í MH bara beint á 3. árið. Já. Og bara eitt sem ég þurfti algjörlega að venjast á Íslandi var bara hvað Íslandingar geta verið slakir með áriðandi hluti. Eins og ég fekk stundatöfluna mína fyrir bara, þegar ég var bara nýflutt og það var bara allt í rugli að því, ég var með einingar úr amerískum skóla og átti eftir að bara svona fara formlega í að vita hvað ég á að fá mitið og hvað áfanga ég á að taka og svona. Og það var allt í rugli og það var bara, komdu bara í næstu viku og náttúrulega tímanir voru byrjaðir en maður hafði alveg 2-3 vikur til að skrá sig úr og mér fannst þetta bara það furðulegast í heimi að það skulle ekki, vera búið að bara redda þessu bara áður en að skólaári byrjar en núna ég er svo slök að það ekki eins og fyndið. Þú hefur verið alveg í lausu lofti þarna fyrstu dagan og vikuna þarna í skólanum bara hvert ég eiginlega komin? Já, bæði það og svo líka í high school sem ég var í úti, þá var ég kaþólskum stelpuskóla. Já. 4 ár. Þá var ég í skólabúning og bara stelpur og hvernig var það? Það var æði. Já. Voru strákarnir alltaf að skriðinu gluggan eins og í bíómyndunum og svona? Það voru reyndar svona, við vorum með svona bræðraskóla og það voru böll, það sem við vorum saman og prom og allt það. Þetta var alveg ennþá, meira bara fyrir prom þá þurfti við að spyrja deitin okkar, sem kannski bara frábært að því hvað máli skipti það, Já, og þetta kaþólsku skóli en ég og fjölskylda mín við erum ekkert eitthvað mjög trúið, þetta var ekki út af því, þetta var meira bara því þetta var frábær skóli og mér fannst bara æði að að ekki þurfa að pæla í hvað fötum ég ætlaði að vera ég fór bara í skólan til að læra og vera ég sjálf og ég alveg viss það að ég væri örugglega allt öðruvísi í dag ef að ég hefði kannski ekki farið í annan skóla. Því þessi aldur alveg erfiður og alveg erfitt að vera 14 ára. Fannst þér að því að nú ekki svona skólabúningar hér á Íslandi? Fannst þér það vera svona þægilegt fyrir sjálfa þig? Að vera í búning? Að vera úlingur og þurfa ekkert að vera í einhverju samkeppni hvernig fötin voru? Já, ég var nefnilega líka þegar ég var í middle school, það 7. til 8. bekkur, það svona svo hálfgert úlingastig eða eitthvað þannig. Og þá var ég með líka í svona einkaskóla sem með búningum en þá var strákur og stelpur og mér fannst það bara svo mikil snill að bara þetta svo mikil tímasparnaður sérstaklega fyrir svona awkward 14-15 ára stelpu eins og ég var ég bara málaði mig ekki ég var bara orðin vön að fara í skólan til að fara í skólan og það var bara geggjað og það var smá erfitt þegar ég flutti hingað þurfum alltaf inn að velja föt. Það alltaf inn að fara að búa til eitthvað stíl. Já, og bara, vera sæt og klár og pæla í strákunum líka. Það var bara allt í einu og líka svo átti ég líka enga vini. Já, hvernig var að koma heim og
og svona, veist, bara já, þurfa að setja þið inn í þetta allt svolítið svona þetta reddast mót í MH hérna Mjög, eins og og bara við almennt. Íslendingar eru. Já, ég var ekki alveg tilbúin fyrir það, en já, það var alveg, þú veist, krefjandi, en ég er mjög heppin með minn vinkonahóp sem tók mig inn bara eiginlega strax. Eina af mínum bestu vinkonum í dag, hún heitir Viktoría, hún á frænku sem er jafn gömul frænku minni, sem er systir mömmu minnar. Já. Hún heitir Arna og hún er bara svona eins og systir mín, og hún og Sigrún vinkona hennar voru að tala saman og komist að því að þú veist, það ættu báðar frænkur sem er 94 og í MH, og þannig að Sigrún stakk upp á að við fjórar, þess að þær tvær og ég og Viktoría myndum kynnast áður en að skólarar myndi byrja. En samt var hún að fara út í skiptina þessa önn, en hún samt kom mér alveg inn í hópin áður en að hún fór, sem ég er mjög þakklátt fyrir, og ég er vinkona þeirra allra í dag ennþá. Það eru bara allar, þetta er bara stór stelpuhópur sem það eru allar bara svaka flottar. Það gengi bara rosa vel að komast bara inn í Já, félagslífið og svona til þess að þér liði vel í skólanum. já, nefnilega sko. Það var líka svona aðal áherslan mín þegar ég byrjaði í MH, þá var ég búin með high school, og þú veist, eftir high school í Ameríku þá ferðu náttúrulega bara í háskóla. Einmitt. Þannig að ég var búin með high school og ég var bara, mér var drull. Þið var drull? Já, Þetta er alveg bara, kemur lagið einhvers staðar þarna frá. Þetta var reyndar óvart, en ég segi þetta líka, en allavega, já, veitu, hvað var ég að tala um? Þú veist að tala um að það hefði verið raun, bara drull sama að, Ég man samt ekki hvað, Jú. veitu, sama Af því að, þú varst að koma inn í skólan. Já, mér var alveg sama sko skólan. Já. Þú veist, mér var alveg Þú sama. var sama þótt þú væri ekki að fara beint inn í háskóla. Já, mér var bara alveg sama að vera eitthvað svona að reyna að fá einhverja geggja háar einkunnir í MH. Ég var meira að hugsa hvaða vini ætla ég að eignast mér og bara félagslega, því að fyrir mér var ég bara komin nóg af skóla. Mér langaði helst að bara fara í háskóla. Ég þurfti bara að klára stúdentinn til þess. Já. En já, náði að klára stúdentinn á 2 árum. Sem var bara geggjað, kláraði bara á réttum tíma. En segðu mig þá, veist, var þetta svolítið svona, hafðið þú áhrif á það að þú komst hingað heim í menntaskóla, eða voru foreldriðinir að hugsa að koma heim, eða? Þetta var bara all me, sko. Ég flutti heim 2 árum á undan með mamma og pappa. Ég kom ein. Þannig ég kom ein og ég bjó hjá og afa á meðan og var í MH og FIH, og svo þegar að ég útskrifast úr MH voru 2014, þá einmitt ákvaði mamma og pappi að flytja til Íslands, og þá var Viktor bróðir 11 ára og bara ótrúlega mikill Ameríkani, hann fæddist úti. Já. Og já, og svo eru þeir komin heim og bara never looked back, held ég. Já. Það er bara mjög, mjög gott að vera hér. Okkur líður öllum bara rosalega vel hérna. En segðu mér, veist, kannski svona bara svona svo að því að ég veit að það er alltaf eitthvað fólk að flytja heim með krakkana sína og veist, er eitthvað svona gott ráð sem þú getur gefið fólki svona sem er að flytja heim og Ég myndi segja bara kaupa þér sköfu fyrir bílinn og pæla í dekkjum. Þú veist, vetardekk, sumardekk, alls konar svona sem ég bara ándjóks pældi aldrei í. Ég vissi ekki að það væri þing að vera á vetardekkjum og sumardekkjum hér. Þú veist, það er náttúrulega í Kaliforníu það er bara alltaf gott. Bara alltaf sól og þú veist, já. Já, ég myndi segja það, og svo kannski bara sérstaklega við einhvern frá Ameríku, að koma frá Ameríku, að bara ekki móðgast, þú veist, Íslendingar eru frekar feimnir svona yfir höfuð, þá að það sem ég upplifiði þegar ég kom, þú veist, Íslendingar eru ekki alveg jafn opnir. Þeir segi ekki hæ alltaf þegar þeir mæta fólki. Nei, eða bara hæ, vá, flotti skóri eitthvað út á götu. Ég hef aldrei heyrt Íslendingar gera það, en í Ameríku var það bara mjög basic að hrósa einhverjum út á götu og bara hello, good morning, og svo alltaf þetta hey, how are you, þegar maður er bara að borga í búð, þú veist, hérna í bónus er það ekki. Það er bara daginn og bjóðar árið. Kannski finnst okkur Íslendingu kannski ofta þetta að vera kannski eitthvað svona yfirborðskennt eða? Já, það óþarfi. Ég skil það reyndar. En finnst þér þetta að sé eitthvað sem við ættum að læra eða? Ég held að það kannski ekki alveg eins mikið á Ameríkanina. Því stundum er það alveg vel þreytt. Þú veist, en mér finnst að það megi alveg vera svona, það má alveg fara svona out of your way til að bara vera kurteis og segja takk. Og líka bara segja góðan daginn þegar einhver segir góðan daginn við þig. Þú veist, ég hef alveg stundum
farið eins og í einhverju tískubúð hérna, kannski Smáralind eða eitthvað og þú veist, hef oft lent í því að starfsfólki býður ekki góðan daginn og maður er svona, við mættum tileinka okkur þetta aðeins meira, að bjóða fólki velkomin meira. En eins og í Ameríku, talandi small talk, það var, ég skil samt Íslendingar rosalega vel að í stundum er þetta bara óþolandi. Þú veist, þegar að einhver ókunnugur er bara eitthvað að reyna að tala við þig og maður er bara eitthvað, þú veist, ég var í búð fyrir ekki svo lengur síðan út í LA sem heitir Lululemon sem er bara svona hvað segir maður, svona íþróttafatnað svona búð og ég var bókstaflega að horfa á einhverja buxur og svo kemur einhver stelpa og hún bara oh my god, those eitthvað pants are so nice, they're so comfortable I have them in blue, eitthvað bla bla og ég eitthvað, oh yeah, eitthvað og hún eitthvað, do you want me to get you started a fitting room? Eitthvað og ég bara sure, ætlaði samt ekki að máta buxuna, ég var svo meðvirk að ég sagði já og hún segi, okay, what's your name? Og ég segi Rocky, af því ég var kallið Rocky í Ameríku og mjög þægileg einfaldara heldur en Ragnhildur mjög hvernig væri það sagt í Ameríku? Ragnhildur já, ekki rosalega flott þannig sko en já, og hún eitthvað, what's your name? Og þau skrifaði alltaf á þú veist þarna, já, og ég segi Rocky og hún bara, oh my god that is so cool, what is that short for? Og ég var alveg bara, ég vildi að ég hefði sagt bara eitthvað Anna, eða eitthvað af því ég var bara þú veist, ég vissi ekki bara líka ekkert hvað þetta að segja við hann, einhvern veginn, ég var svona er henni ekki bara alveg sama? Eða þú veist, ég veit ekki, en svo veit ég alveg að í mörgum svona verslunum og svona úti þá er bara starfsfólk, þú veist, þetta er bara partur af vinnunni þau verða að vera ágeng. Já, þau læra náttúrulega öðruvísi, jafnvel hlutatekjunum er falin í þessi eitthvað þóknun. Já, algjörlega. Svona öðruvísi kannski rekstrarform eða launaform. Já. En allavega þá, þetta hefur verið svolítið svona menningabreyting að koma til Íslands og ég get alveg tekið undir þér, ég held að við mættum alveg oft á Íslandi brosa meira og vera þjónustulindari, ég held að það sé meiri áhersla í Bandaríkjunum á bara kennslu í þjónustu. Bara þegar þú byrjar að vinna eitthvað staðar, ég heyrði af einhverjum sem fór að vinna bara, ég held að það hefur verið á McDonald's, bara hann læriði the McDonald's walk. Já, ok, það var alveg, það var bara eitthvað sem var til, bara hvernig þú bara hreyfið þig og berði þig í vinnunni og ert kannski ekki í einhverju kúftri stöðu eða þú þarf bara svolítið að læra að vera svona hvernig þú kemur fram í þjónustu. Já, mér finnst þetta í rauninni rosa góður eiginleiki að geta smóltálkað að því eins leiðilegt og það er samt rosalega bara gott tól til að geta spjallað að sýnt fólki áhuga jafnvel þó að maður hafi ekki áhuga mér finnst alltaf gott að vera með þetta svona í upphaf sambands basically svo átt eftir að verða fræg og þá verður alveg bara og ég vildi hefði aldrei sagt þetta allir að reyna að tala við þig já, því þau veit ég svo góð í að tala já, en allavega þá langar mér svolítið ég er með svona spurningaleik sem ég er alltaf með og mér finnst alveg við hæfi að þú takið þátt í því. Þetta eru sem sagt út fyrir kassan spurningar og þetta er þá eitthvað svona annað heldur en það sem við höfum verið að ræða hérna. Ok, já, ég bara að draga. Þannig að þú mátt draga eitthvað 2 spurningar. 2, ok, skiptir máli hvaða lit að... Bara það sem þú vilt. Ok. Og bara hérna. Og svo máttu bara lesa þér upp og svara svona eftir bestu getu. Ok, hverjir í þínu lífi hafa helst jákvæð áhrif á þig? Ok, það er náttúrulega mjög margir. Ég myndi segja fjölskylda mín, mamma, pabbi og Viktor og náttúrulega ömmur og afar og allt svona. Vinkonur mínar hafa mjög góð áhrif á mig. Þær eru mjög góðar í að hlusta og bara svona segja mér að slaka á. Já, til að vera svolítið tens stundum og svona, ég finnst gott... Áður niður á jörðina? Já, mér finnst gott að vera með fólk í kringum mig sem að einmitt er næra að draga mig niður á jörðina. Þannig að mamma og pabbi gera það. Kannski frekar mamma, hún er kannski aðeins rólegri en pabbi, en ég er mjög lík pappa þannig að þú veist, þegar við erum stressuð þá erum við bara, og alveg bara gjörsamlega bara freaking out sko. En já, myndi segja, mamma, pabbi, Viktor. Þétt fjölskylda. Já, mjög náinn sko. Kannski þurft að vera að þið bygguð úti svona saman. Já, og svo líka bara, það eru alveg 9 ára milli mín og Viktors
og en þú veist, já, ég var lítil og langa alltaf í lítið systkini og svo, já, loksins þegar hann kemur þá bara, við höfum bara verið rosa náin bara síðan, bara við höfum alltaf verið mjög náin, mjög góði vinir. Gaman að taka líka fram hérna, hann er líka mjög hæfileikaríkur tónlistarmaður og er í nokkrum böndum og búinn að vinna í músíktilraunum og þannig að þetta er hérna mikið hæfileika fólk. Já, algjörlega. Já, svo var önnur spurning. Hvaða hæfileika langar þið helst að öðlast? Ég myndi segja, já, ég væri mjög til í að vera góð í að semja texta. Já. Ef við erum að tala um svona músíkina. Þú ert náttúrulega aðalega í að semja lögin og pródúsera núna. Já. Og hefur ekkert verið í textasmíðanum? Ekki fyrir flott. Við Vigdís kannski stundum eigum eitthvað samtal til að starta einhverju umræðu og þá kannski ræðum við bara svona eitthvað vandræðalegt sem hefur komið fyrir okkur eða bara ef okkur líður vel eða illa í sambandi við hvað sem það er í lífi okkar sem er í gangi þá byrjum við það og þannig mér finnst gaman að brainstorma. Þú veist, þegar maður er að hugsa um boðskap og bara svona konsept á lögunum eins og til dæmis Mér er drull, lagið, það var svolítið, titillinn af því, Mér er drull, það kom frá mér. Ég var bara, mér langar að semja lag sem heitir Mér er drull, bara því mér finnst það fyndin frasi. Og ég heyrði það líka í einhverju gellu leikriti fyrir löngu síðan, einn sagði Mér er drull og mér fannst það svo fyndið og ég sá þetta leikur fyrir svona 7 árum eða eitthvað. Og já, þannig ég svona ekki, ég var samt alveg að semja texta á ensku í öðru verkefni sem var á undan flott með Ásu vinkonu minni, þá vorum við að semja textana saman. En mér fannst það alltaf bara ógeðslega erfitt. En kannski líka var það, þú veist, ég held að það sé líka bara svona eins og hitt verkefni sem ég var með á undan flott, mjög vandastöff og allt það, en ég kannski tengdi því ekki eins mikið svona andlega, en eins og með flott, ég tengist því svo rosalega mikið, þetta er svo mikið ég og bara mikið við, stelpurnar, að þá svona, þú erum maður að láta vaða eins meira einhvern veginn. Kannski bara eftir að koma, þetta er eins og með allt, þetta er allt svolítið æfing. Já, það er náttúrulega margt búið að gerast og breytast síðan við byrjuðum að gefa út. Ég meina, ég er náttúrulega komin hingað í stúdíó, þú veist, ég einhvern veginn, mér fannst ég aldrei, ég hafði aldrei actually hugsað mér að verða pródúser. Ég vissi alltaf að mér langaði að semja og vera í tónlist, en ég held ég bara hafði það ekki, mjög lengi hafði ég bara ekki almennilega trú á mér, aðalega af því að ég var svo hrædd við tæknina. Þú veist, öll þessi forrit og þú veist, maður þarf að kaupa svo mikið að græjum og svo náttúrulega hef ég bara séð þessum pabbi er með, þessi maður náttúrulega, hann er með alveg bara ógeðslega mikið að dóti og mér fannst eitthvað svo overwhelming einhvern veginn, en ég þurfti bara að minna mig á að bara byrja smátt og maður finnur síðan, og gera stef fyrir húbla. Ég verðum náttúrulega ekki búin að tala um það, já. Nei, nákvæmlega, kannski að þetta með mitt, veist, hérna, þetta var alveg bara frábært, þú veist, ég var svo heppin að ég þekki pabbinar Ragnhildar og hann bendi mér á að tala við þig. Hann hringdi einmitt í mig og spurði hvort ég væri ekki örugglega til í að gera annað podcaststef og þá var ég bara nýbúin að skila hinu stefinu og ég var bara bara geðvægt, þetta er bara skemmtilegt gig. Já, og þetta er einmitt gig, akkurat, eins og hún segir og þess vegna kannski bara líka í anda húbla að vera að tala við svona ungt og hæfileikaríkt fólk að sem er líka stíga sín fyrstu skrefi að búa til stef, veist, og mér fannst þú leysa þetta alveg frábærlega vel. Mér langaði að hafa söng nefnilega í stefinu og það er ekkert kannski mörg podcaststöf sem eru með söng. Nei, kannski ekki með svona frumsamið. Nei, og tala nú ekki það? Já, þú veist, það eru mörg podcast sem eru bara með eitthvað lag sem þau bara fá leyfi til að nota sem þema, en já, ég var einmitt eitthvað svona, svo var ég líka svona, ok, hún vill söng, hún vill bara orðið húbla komið fram. Ég var bara, ég var svona, hvernig ætti ég að gera þetta? En svo bara einhvern veginn var ég að leika mér bara svona, prófa mig áfram og svo þróaðist þetta í það sem það er og svo svona, bara vel út. Veist, svo bjartar raddir. Já. Og þú fyrst þarna vinkonina að syngja með, það ekki? Ég reyndi að syngja þetta bara. Þú söngst þetta síðan bara alveg sjálf? Já, ég var bara eitthvað að leika með, svo var ég bara, þetta er bara fínt og mér fannst þetta svo geggja, ég var bara strax bara, að því að það er alveg svona eins og þessi röddun í þessu Já. Það er svona, held ég, einhvern veginn var ég alltaf bara, já, hún er örugglega fengið vinkonu sína með sér, svona er maður grænn í þessu.
ég er bara svo klár. Þú ert ógeðslega klár. Það var bara, já, það var rosa gaman að gera þetta stef og það var líka öðruvísi, þetta er svona alveg aðeins öðruvísi tónlist en ég er vön að gera þó að ég sé í pop tónlistinni. Þú veist, ég þurfti náttúrulega, þú sendir mér nokkur svona reference, þú sendir 3 eða 4 lög til að skoða. Já, og það var mjög gott og þú veist, það er mjög svona... Já, ég var svona með einhverja hugmyndir, veist, ég langaði að hafa þetta svona í einhverjum anda, veist, var hérna með trommurnar og svona þannig. Já, svolítið svona smá Eurovision gleði, pop hugmynd, sko. Já, svona groovy, svona eitthvað. Og já, þannig ég bara svona gerði mitt besta að blanda nokkrum svona elementum úr þessu og var bara vonandi fyrirlegur hún þetta, en svo varstu bara mjög ánægð. Ég var bara fyrsta, sko, bara demóið sem að Ragnhildur sendi mig var bara, ég var bara strax bara, já, hún er bara alveg með þetta. Ok, það er bara frábært, já, ok. I'm an easy pleaser, hvað segir maður? Já, easy to please. Easy to please. Það er bara, þú veist, ég var mjög ánægð, ég var bara ok. Eða kannski er það ekki þannig, veist, þú varst bara algjörlega með þetta, veist, það er ekki... Já, eða það. Veist, ég held bara að það sé eiginlega málið. Já. Veist, ég var allavega, ég fannst þetta alveg í anda þess að ég var að hugsa. Já, það var mitt aðal svona mál var bara að the client is happy, skilurðu. Þannig að ég var ekkert eitthvað að reyna að ég var ekkert að, þú veist, koma með punkta yfir hvernig þetta ætti að vera. Ég ætla bara að gera þetta er bara jobbið mitt. Ég var einmitt að hugsa að annað orð fyrir gig geti líka verið bara jobb. Eða þú veist, jobb er ekki íslenskt orð, bara job. Það er náttúrulega nota fyrir starf. Starf, já. Og, þú veist, á íslensku er jobb starf. Já. Og þess vegna, sko, held ég að fólk er að nota orðið gig fyrir, þá sem er að taka svona tímabundin verkefni. Já. En ég kannski á þetta bara eftir að breytast yfir í að tala um að húbla. Að húbla, já. Veist, hver veit? Hvernig fallbyggum við það? Að húbla, er það bara eins og hoppa. Já, einmitt. Húblaði, húblaðum. Já, húblað. Húblað, já, einmitt. Ég hef húblað. Já. Ég hef húblað núna í nokkra vikur. Já. Eða í nokkra mánuði, eða nokkur ár. Núna. Ég er að húbla núna. Þú ert alltaf að húbla. Já. Alltaf. Þannig að en það er einmitt líka, sko, já, ég vil allavega að segja bara kæra þakki fyrir stefið því að hversu langlýst sem að þetta podcast eftir að verða, því ég hefur reyndar alveg rosalega gaman að því, þá þetta lag allavega eftir að lifa með mér, sko. Já, það er bara geggja, það er það sem skiptir mig mestu máli, sko. Já, ég er bara þekki mjög vænt um þetta og Já, frábært. Já. Það er geggja. Mjög. Og en kannski líka þá eitt annað, þú veist, að því að þú ert einmitt að tala um þetta að þú sért að húbla eða að gigga eins og þú segir og veist, þú ert í auka starfi til þess að svona sjá fyrir þér og Já, vera með svona einhverja fastatekjur. Vera með einhverja fastatekjur. Að vinna í leikskóla. Já. Það er bara æði. Já, gæðislega. Hvar ert í leikskóla? Í Garðabæ. Já. Og já, ég er búin að ég byrjaði í desember, ég var sett í mastersnámi síðasta vetur, var að læra forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun við Háskólann á Bifröst og fínt nám, tónlistinni samt aðeins skemmtilegri, en já, sett var í námi og byrjaði síðan að vinna á leikskólanum í desember og er búin að vera svolítið bara svona út um allt, þannig ég er búin að kynnast bara öllum krökkunum og þetta eru bara börn frá 1 árs upp í 6 ára. Kláraður þetta nám á Bifröst? Nei, ég kláraði alla kursana, ég var bara ritgerðina eftir og ég núna er bara í námsleyfi að því að einmitt svo ég geti sinnt þessu og hljómsveitinni og þessu verkefnum. Bara nýta tækifærin, ég vildi ekki þurfa að segja kannski nei við einhver tækifæri bara því ég þarf að skrifa skilja til leiðbeinanda mín. Ég er ekkert að fá borga fyrir að skrifa ritgerðina, sko. Nei, tíminn er ekkert að fara neitt. Já, ég hef 2 ár til að byrja aftur eða halda áfram, og ég mun alveg gera það því ég vil ekki að hinnan einhvernar fyrnist, þú veist, alveg. En segð mér, að þú fer þarna í svona nám sem er kannski ekki beint, alveg inn á tónlistinni, hvað Svona ertu að sjá fyrir þér að eitthvað tengja þetta saman? Já, sko, ég er með BA-gráðu í skapandi tónlistamiðlun sem er mjög ólíkt verkefnastjórnun. En skapandi tónlistamiðlun er bara svona nám sem snýst að skapa tónlist og miðla, og reyna bara að fá fólk í samfélaginu til að taka þátt í sköpuninni. Já. Þannig ég til dæmis
við höfum farið og sami lag með fjórða bekk og sami jólalag með þeim og svona, þetta er svona, þau eru, þú veist, fólk í samfélaginu og þetta er svona til að svona fá fólk til að skapa. Svo fór ég í einmitt verkefnastjórnina og mér bara leist vel á að taka, mér langaði alltaf að fara í master, þú veist, fara í mastersnám. Það hefur bara einhvern veginn alltaf verið það sem ég ætlaði, kannski líka bara, þú veist, sem barna, kannski foreldrar minni, já, svo þegar þú mentar, eða svona, þetta hefur alltaf bara verið sjálfsagt að ég geri það. Og fannst bara stjórnun vera mjög svona hagnýtt nám og ég er mjög ánægð með að hafa farið í þetta því þetta er mjög mikið svona í rauninni svona in a nutshell og snýst stjórnun rosalega mikið samskipti og bara þú veist hvaða væntingar þú ert með til starfsfólksins og hvaða væntingar þau eru með til þín og svo eru alls konar fræði á bakvið þetta og svona mér fannst þetta að hjálpa mér mjög mikið í sambandi við líka bara hljómsveitina því ég er alveg að vissu leyti leiðtogi, þú veist ég er líka þannig séð hljómsveitastjóri bara af því að ég er að útsetja þá er það ég sem er, bara því ég er að sjá framleiðsluna þá meikar það bara sens að ég stýri bara æfingum en og mér finnst þetta nám hafa hjálpað mér mikið bara nálgununa gagnvart þínum félögum veist, bara halda samvinnunni góðri, veistu það ekki? Já, og svo líka bara eins og önnur verkefni, ég fer til dæmis líka bráðum, ég verð tónlistastjóri litlu hryllingsbúðarinnar fyrir leikfélagið Herranótt sem verður sýnt í febrúar. Það er til dæmis annað bara gig sem að ég er með og þá er þetta koma þessi fræði alveg in handy, þú veist. Algjörlega. Þó að ég sé ekki að reka fyrirtæki, ég er að stýra æfingum og þarf að passa að ég sé, þú veist, approachable og að ég hlusti á fólk og gefi þeim tækifæri. Já, algjörlega, því að maður er svolítið bara, það var svolítið mikið, þú veist, stjórnunanámi var bara, maður er ekki eins mikið að stjórna, maður er bara svolítið að leiða hvað sem bara heildina áfram, þú veist, bara svona með yfirsýn, basically. Þannig að þetta er mjög hægt. Ég get alveg séð að þetta getur nýst bara mjög vel. Já. Og einmitt líka af því að þú ert þarna pródúserið og allt að þá sé þetta svona... Já, ég ætla að passa mig að reyna að, þú veist, stjórna ekkert eitthvað geðveikt mikið. Ég kannski er með ákveðnar hugmyndir hvernig lagið á að vera, en svo er ég segja alltaf við stelpunar, en þið bara gerið, þú veist. Þið gerir ykkar hluti. Já, af því þú veist, ég vil ekki að það sé leiðilegt í hljómsveitinni. Ég vil ekki að ég sé að ákveða allt saman. Þannig að þetta er bara náttúrulega rosa mikil samvinna, en þetta er eins og bara í öllum hljómsveitum. Það er eina manneskja sem þarf eiginlega bara að halda utan þennan hlut. Gangi rétt átt og allt gerist. Og svo er einmitt Vigdís, söngkonan, hún sér þú veist, hún er að sjá öll fjármálinn hjá okkur og hún sér samskiptin og hún er að sjá alls konar annað, þannig að þetta er rosa fínt. Það hafa þessa verkaskiptingu. Já, mjög. En hvað verður til á undan hjá ykkur? Hvort er það lagið eða texti? Yfirleitt er það lagið. Yfirleitt sendi ég beat, eins og ég sagði á Vigdísi og spyr hvort að henni líst vel á þetta og ef henni líst vel á það þá förum við kannski að semja lagalínu og svo bætum við texta við, en svo erum stundum komin með texta og ég sem lag við einhverja sönglínu sem hún hafði verið að hugsa sér. Þá kannski verður til lag út frá því, en yfirleitt myndi ég segja að, þú veist, ef við erum að byrja bara alveg á nulli og bara, ok, semjum lag, þá byrja ég. Og Vigdís með laglínu, svo kannski þróum við það saman, svo kemur hún með textan og svo erum við bara svolítið að þróa saman þangað til að lagið er klárt, basically. Og svo list líka upptökur og þá er ég svona að stýra upptökum og svona bara koma með komment og þú veist að því oft er að maður er sjálfur að taka upp að syngja að spila, maður er kannski of mikið að einbeita sér og maður er kannski að reyna of mikið, að hugsa of mikið eitthvað, þannig að þarf að vera einhvern aðeili sem er þarna til að svona, já, einmitt draga mann niður á jörðina og bara segja að maður sé að standa sig vel og eða segja bara hvað má prófa, já. Þannig að, já. Það er svolítið svona, hvað segir maður, svona bakka hvort annað upp og En í lagarsmíðinni sjálfri, það er rosa mikil samvinna, sko, ég og Vigdís. Bara að semja lagi, það er bara 50-50 og svo
segi ég að pródúsera og svo sendum við þetta alltaf áfram bara í hljóðblöndun og það gott að fá fagfólk í það. Mér langar aðeins að spyrja þig meitt að því þú talaðir aðeins það áðan að þú svona sjálfstraustið hefði ekki alveg alltaf verið 100%. Já. Þú hefði ekki alveg svona séð sjálfa þig fyrir þér svona sem þetta væri aðal. Nei, einmitt. Ég svona bara, ég held í alvörinu að foreldrar mínir, þau hafa hugsað þetta, að bara, hún verður í tónlist, en ég eitthvað, þau alveg bara hvöttu mig, ýkt mikið til að fara í listaháskólan og voru bara, þú átt heima í tónlist, en ég var eitthvað að þykjast alltaf að fara í viðskiptafræði og eitthvað. Ég fannst það ekkert skemmtilegt og ég veit ekki, ég held bara ég var í FIH sem svona jazz og pop based tónlistaskóli, var að læra píanó og söng og ég hafði aldrei lært neitt jazz svona formlega áður en að ég byrjaði í FIH, ég hafði bara spilað eftir eyranu eða stundum, þú veist, kunni hljóma, bara svona bókstafi og svona, og svo í FIH, þá það, jazznám og jazz tónlist einkennist mér mikið af bara sólóum og ég hafði bara aldrei gert það áður og það var svona fyrsta svona, mér fannst það að vera svona krefjandi, mér fannst ekki vera nógu, þú veist, einhvern veginn góð í því, það veist, ég veit ekki, ég held bara einhvern veginn sem unglingsstelpa að ég var bara svo fljót að gera ráð fyrir að einhver annar væri betri en ég, eða að ég dæmdi svona kannski full hart. Já, og svo sérstaklega þegar ég fór að semja sjálf, þá vantaði kannski ekki sköpunarkraftin, en það vantaði meira bara svona áhugan á bara forritin og svona, því þú veist, eins og með hitt verkefni sem ég var í fyrirflott með Ásu, vinkonu minni, við hétum sko Rox og Ása, ég var Rox, hún var Ása. Og þá vorum við að semja, en við kunnum hvorugar, þú veist, að framleiða sjálfar. Og það var eiginlega, mér fannst bara orðið óþolandi að geta ekki stjórna þessu sjálf. Þú veist, að vera með kannski hugmyndalægi, eitthvað vision og að þurfa að reyna finna eitthvað. Já, bæði finna eitthvað og lýsa því fyrir manneskjunni og vera svo bara svona annoyed ef að þau eru ekki, þú veist, að því það er ekki hugsanina þínar alveg, eða skilja þér kannski. Eða ef ég kannski segi það má vera aðeins meira svona organic sounding hérna og þá kannski hans túlkun af organic eitthvað allt annað en mitt, eitthvað svona. Bara alls konar, það gæti að vera alls konar svona samskipta, svona hluti svona lost in translation og mér fannst það ferli bara taka svo ógeðslega langan tíma, vera fram og tilbaka, en ég var að tala svona. Hvað gerðir þið þá? Fórstu bara að læra þetta? Ég fór bara á YouTube. Vel gert. Já, og ég var alltaf svona þegar ég byrjaði að nota Logic og framleiða, þú veist, semja sjálf, það var svona 2016 kannski, byrjun 2016 og fannst þetta bara ógeðslega erfitt og var bara mjög lengi með bara the bare minimum knowledge. Já, bara svona allra nauðsynlegasta. Já, en ég kunni samt ekki að láta eitthvað hljómavél, en ég kunni að taka upp og ég kunni að tengja hljómborð við forritið og leitaði hljóðum eða eitthvað svona, en ég bara einhvern veginn tristi mér bara einhvern veginn ekki, eða ég veit ekki okkur, ég held að ég var bara eitthvað, þú veist, mér fannst bara eins og þetta átti einhvern veginn alltaf að vera einhvern veginn, one certain way og eins og ég hugsaði bara alltaf það getur ekki verið að leiðin sem að ég að fara að þessu sé rétta leiðin, eitthvað svona, en svo bara með tímanum áttar maður að sjá því að það veit enginn hvað hann að gera. Nei, nákvæmlega. Það veit enginn hvað að gera og svo það líka vinn ég rosa mikið með þá reglu að bara ef það hljómar vel, þá hljómar það bara vel. Það þarf enginn að vita hvaða sneriltrommu þú notaðir, þú veist, í viðlaginu á þessu lagi eða hvaða synthi bla bla bla, þú veist, þú gerir bara það sem þú vilt og passa bara þá að loka spretturinn í ferlinu, framleiðsluferlinu, sem sagt mix og mastering, að það sé bara vel gert. Þá held ég bara, maður á bara alltaf einhvern veginn að láta vaða og eins og með Flott, þegar við Vigdís byrjuðum að semja saman, þá sagði hún, við þekktumst úr MH, hún í sama vinkonuhópi og ég, og hún hafði samband við mig að því að hún vissi að ég kunni að gera tónlist í tölvu, sagði hún, og var bara að spá, kannski getum við gert einhverja tónlist saman ástasorg og óhefni ástum og sjálfsmynd og allt svoleiðis
og hún í rauninni samt, hún á mjög stóran hlut í að, þú veist, gefa mér sjálfstraust til þess að pródúsera sjálf einhvern veginn. Að ég veit ekki að bara... Já, hún hefur trúað á því og bara svona séð í þér að þetta væri það sem að þú gætir sko klálega gert. Já, og eins og þegar við byrjum þá var ég eitthvað að hugsa, þú veist, já, veist, við getum samið og svo kannski hirti ég einhverjum til að svona með pródúsera eða bara, þú veist, bara pródúsera einhvern veginn yfir höfuð og við prófuðum það, vorum að það var einn sem að prófaði að svona hanna hljóðheiminn okkar eftir að við sömdum eitt lag og svo sagði Vigdís bara, ég fíla bara ekki það sem hann gerði, mér langar bara að halda áfram með það sem þú gerðir, eitthvað. Og þá var ég bara, kannski er ég bara hæfileikarík. Eða svona, þú veist. Kannski bara fékkstu trú á þig, veist, að þetta gæti þú alveg eins gert. Já. Og ég held að veist, þetta sé líka kannski bara góð ráð fyrir ungt fólk sem er að byrja svolítið sín skref líka, veist, ef að, veist, þegar ég hlusta á þig og veist, að því ég held að þetta á við ungt fólk og fólk á mínum aldri og öllum aldri. Bara allir sem geta ekki byrjað. Jú veist að sjálfstraustið oft stendur svona einhvern veginn í vegi fyrir því að maður bara láti vaða og geri það sem hann er langar til að gera. Það er svo mikið þannig. Þetta er svolítið kannski bara spurning að, veist, eins og þú gerðir þarna, þú ferð bara í YouTube og ferð að kynna þig málin hvernig þú getur gert þetta, veist, og svo bara lætur þú vaða eins og þú segir. Já, það var einmitt það sem við Vigdís ákváðum. Við bara viljum ekki ritskoða okkur. Bara alltaf láta vaða. Akkurat. Og það var bara mjög góð ákvörðun. Ég held að við getum bara haft þetta svona sem góð lokaorð í þessum þætti. Ég held að við erum þarna að tala að veist, við eigum bara að gera það sem okkur langar, fara þannig inn í nýtt ár. Það er alltaf tækifæri í öllum aðstæðum. Bæta einu við. Bæði það og eins og vorum að segja áðan að hrósa öðrum, að því það oft gefur annarri mannesku sjálfstraust til að halda áfram með það sem er að gera. Þannig að það er svona þetta er svona bæði, þetta þarf að bounce off, þú veist, eins og Vigdís átti mjög... Það er svo hvatningar áhrif á þig. Já, einmitt. Þannig að það er mikilvægt að líka bara, ef þú ert að hugsa eitthvað jákvætt einhverja mannesku, segðu það bara. Einmitt. Þú veist, eins og lagið. Þannig að, já, það er mjög bara mikilvægt og mér finnst það einmitt líka bara að segja margt mikið einstakling sem hrósar, að þau séu bara svolítið secure sjálfur, skilurðu, að geta bara og bara sjá líka bara kannski það sem að hinir hafa og veist, og að það sé ekki að ógna þeim. Nei, það er engin ógnfólkin í því. Nei, alls ekki. Og ég held að allan ef að við getum svona farið með einhverju svona góðu og nýju hugafari, þá held ég að svona hugafar geti alltaf nýst okkur. Algjörlega. Og ég langar bara að segja gleðilegt nýtt ára aftur. Sömuleiðis. Og gangi vel í nýjum verkefnum. Þú allan að klára þér síðast ár með pomp og prakt og núna bara förum við Björt inn í nýtt ár og gangi vel. Og plataði vor. Já, akkurat. Takk fyrir það. Bara plöggum við það aftur. Já, fylgist með. Já, bara takk sömuleiðis. Mjög gaman að vera með þér í dag. Sömuleiðis.